Halló, halló. Þú ert að hlusta á Klikkaða kynlífssögur. Góðan daginn og velkomin í þáttinn. Já, good day. Við erum með gest í dag. Yes. Motherfucking geggjaðan gest. Þrusu. Þrumu. Þrumu, það var það sem ég var að leita. Þrusu. Þrusu góðan, ég ætlaði að segja þrusu. Velkomin Vigdís í þáttinn. Velkomin. Thank you. Við þekkjumst nú úr Hafnarfirðinum, fyrst og fremst. Síðan bara í gegnum lífið höfum við einhvern veginn hist inn á milli. Við vorum að vinna saman. Við vorum að vinna saman. Já. Hún er ekki að við vorum að vinna saman í ár. Já. En einhvern veginn, en þú veist, mér finnst ég ekki þekka þig út af vinnunni, mér finnst ég þekka öðruvísi. Nei, já, ég Skilurðu? þig. Já. Þannig að Þú varst svo sem ég þekkti í vinnunni þegar ég byrjaði og ég var okkur næs, ég þekki ykkur. Já. En síðan bara eigum við það sammeilegt, þú hefur verið með podcast, þú ert í kvikmyndanámi, eða ekki? Jú, ég er listaháskólanum. Listaháskólanum. Að læra kvikmyndagerð. Cool. Very nice. Embla tengir nú við þetta, búin að læra svona stöf líka. Kvikmyndatækni. Já, ok, geggja. Very nice. Gott. En það náttúrulega var áður en þetta nám kom. Já, ég er fyrsti bekkurinn. Já, það ekki. Þannig að það er svolítið svona, við erum svona tilhörundir. Já. Það er alltaf eitthvað svona, já, veistu hvað, það er svo gott að vera með ykkur hérna, að við getum pröfað hluti á ykkur og sé hvort þið virka ekki, þannig að þetta verður svo næst fyrir næsta hóp og við eitthvað, great. En þetta er ógeðslega skemmtilegt, þannig að ég læra handarsönd og langar að skrifa bara svona sögur og... Já, þú velur þér, þú veist, hérna ákveð í rauninni, þú veist, hvað þú ætlar að setja fókusinn? Já, þú velur eitthvað svona braut. Ok. En ég er allavega mjög ánægð að sér komin í þáttinn. Yes. Við hefum allavega ætlað að hittast og taka upp þátt lengi. Ég veit ekki, hvenær síðan við sumar bara eitthvað. Já, örgulega, sko, seinast þegar við vorum með þáttinn fyrir lengu. Já, fyrir nokkrum árum. Þá vorum við örgulega bara að fara að taka upp og svo einhvern veginn var það ekkert úr því að því að líka COVID kom og ég veit ekki. En við höfum allavega rætt að fá því, ég veit ekki hvort við höfum spurt. Já, kannski. Þeir spurðu mig í sumar. Já, við spurðum í sumar. Ég fór bara út til útlandan til Berlínar í mánuð og svo kom bara heim og bara svo mikið að gera. Já, Æskara. busy girl. Busy girl. Það er líka cowboy, sko. Kóp er, sko, Sunny Kóp. Það er bara, alltaf sól í Kóp og ég er að segja þér það. Já, ég kaupa ekki. En hérna, skálstelpur, bara gaman að, hérna... Við erum bara dottar í bjór. Já, við erum dottnar í bjór, það er laugardagur, stemmari. Það er jólafrí. Það er jólafrí, það er bara tíminn til að lifa, sko. Og hérna, ef að þið mættu, þú veist, eru þið eitthvað svona jólagjafa, svona sexy hugmyndum? Af því ég er að spája að gefa mömmu svona, hérna, svona hvíta, hérna... Snjótillingin. Bæði og er besta fokkin græja þessi, hérna... Hvað heitir hann? Ég veit bara... Hérna, ekki Womanizer heldur Satisfyer. Já. Hefur prófað hann? Sjúa. Já, bæði. Þetta er G-Blets titrari og svo on á sögu. Þetta er bara nýja kærasta minn. Já. Literally. Ég kynnti henni fyrir þessari græði og hún farið við dótið okkar. Hún fór og keypti sér strax og hefur ekki hætt að... Nei, hann er bara búin að vera í Ég er búin að mig heyra af þessari græju í þáttunum, sko. Já. Bara hlusta og þú hefur svolítið verið að nefna hana. Nei, sko, við ættum að fá spons fyrir þetta í alveg. Ég held að vera sponsor, sko, að þú tala svo mikið um það. Nei, ég bara er, þú veist. En hefur þið heyrt mig tala um Snape? Oh my god. Oh my god. Hérna, ertu Harry Potter fan? Já. Ok, finnst þið Snape hot, eða? Já. Já, sko. Hann er með eitthvað... Það er eitthvað við hann. Anger, pain... Skil ekki. Hann er outcast, rest in peace. Hann er svolítið svona, hann er svona mysterious, sko. Já. Þannig að já, hann er alltaf að horfa eitthvað sexy snap. Ég er að horfa bara á AI af honum að tala. Oh my god, Sara er alltaf að senda mér þetta, sko. Nei, sko, þetta er best. Hún er alltaf að senda mér þetta og ég er bara hver í gangi, en ég er byrjað að fíla það. Eitthvað svona dirty little girl. Já. Daddy's little girl. Nobody else can touch you but me. Er það eitthvað kynlýstæki sem heitir Snape? Nei, en það ætti að vera það. Sko, ég vil heila hafa kynlýstæki mín einföld. Lítill Snape? Já, ég vil hafa bara svona eiginlega bara pink og lítinn, bara eitthvað svona titra sem við búin að eiga, sem ég þarf að skipta batteri, sem ég á ógeðslega mikið af dóti, en ég nota alltaf bara eitt. Já.
ég er svolítið þar, já. Og ég held að sé að því þetta svona flókið, ég stundum bara hvert að fer þetta og þetta, þetta eitthvað svona suga og þetta og hérna og ég bara, oh my god, ég þarf að vera vísindamaður til að skilja þetta. Man nennir einhvern veginn ekki alltaf að vera eitthvað að hafa fyrir sem maður vil bara hafa þetta einfalt og svona easy. Mér finnst gaman að nota kynlífstæki líka með partner, sko. Já. En ég einmitt líka þá, þú veist, þá finnst mér eins og stundum að geta svona meitt sig óvart að því þetta eitthvað svona, þeir veit ekki alveg, kunni ekki, kann ekki alveg á þetta eitthvað og þá ég bara, herru, fuck it, back to basics, náum bara í tampustana, eitthvað skilur. Ég sammála samt, sko, því að þú veist, þeir finna náttúrulega ekki, þú veist, þetta er svo lítill hreyfing sem þarf að vera til að það sé orðið óþægilegt. Að þeir vita þeir ekki. En hafið, sko, því að ég hef oft fundið fyrir því, til dæmis ef að ég er með bara titrara á snýpnum, til dæmis, og er að fara að fá það. Þá vil ég taka titringin af á meðan ég fæða af því að ef titringurinn er á snýpnum og meðan ég fæða að þá er fullnæðingin svona crazy. Já, þá er hann að tröfla bara. Já, bara finnum maður ekki mikið fyrir hann eða eitthvað út á áreitinu eða eitthvað. Já, Tengið það, því að þú veist, þetta er og mikið áreiti svona. Ég held að maður þurfum að finna þetta svona balans, sko. Stundum finnst mér bara gott að setja allt í gang þegar það gerist. Sérstaklega við með öðrum. Bara full force. Þú veist, af því þá er það svona, þú veist, ef það er góður í, skilur, þá er það geðveikt, þú veist. En ég var alltaf inn að fatta að þetta er kynlífspodcast. Svo ógeðslega langt ég er búin að vera svo busy í skólanum og ég er ekki búin að tala um kynlíf við vini mína neitt. Það eina sem ég gerir er bara að tala um námið mitt eða vinnuna. Þannig að ég var bara alltaf bara, oh my god, hvað er þetta að tala um? So prude en geggjað. I love it. Maður verður að tala eins um kynlífin á milli, sko. Þú veist, við, allavega þegar við byrjum þættina, þá opnum við á yfirleitt með því að spyrja hvort annað, sko, ertu búin að vera að ríða mikið? Ertu búin að stunda mikla sjálfsfráin? Það er alltaf gott að vera svona updated á vinkunni sinni. Þú veist, að vita svona hvernig... Þú varst nú að snerta með brjóstin í gærkvöldi? Já, það? Já, byrjum mig. Var ég að knúsa þig alveg og kreista þig? Þú varst að bara kreista brjósta mín. Var ég í alvörunni? Já. Ok, við gistum sérst saman í gær. Já, ég fatta. Ok. Emblu finnst alltaf stolt þegar ég snert hana. Já, þú snerti mér rosa lítið. Já. Ertu ekki hugger? Ég er rosa mikil hugger. Já. Okay. Ég er alveg bara aðeins of. Stundum er alveg svona, þú veist, ef ég er í, þú veist, vinnunni og ég er alveg svona... og svo svona, ég má ekki snerta fólk, þú veist, ég var að passa mig. Já, við erum ekki of. Já, veist, ég skil. Því að alltaf þegar ég verð til dæmis spennt eða glöð eða með þykir kannski vænt eitthvað sem þú segir að þá svona finnst mér svo gott að snerta. Já, ég same, já. Ég þarf svolítið að vera svona meðvituð og sérstaklega, veist, við hefum fengið gesti og maður er svona, þú veist, ég þarf eiginlega að fara að venja mig á að spyrja bara, má ég snerta þig, þú veist. Alveg svo kom einn til okkur í podcasti og hún bara, can I touch you guys? Já. Og við bara, yes, of course. Já. En þú veist, ógeðslega cool að spyrja. Já. Ég er nefnilega á til sem við svona hitt eitthvað sem ég svona, þá er ég svona setja í höndina, má ég snerta? Já. Setja í höndina svona öxlina og ég er gaman að sjá þig. Já. Og svo fatta ég setna út því líka bara í dag, þetta er öðru sig og svona, að fólk er ekkert alltaf líka til að snerta sig, svona overstimulation eitthvað. Og ég alveg og nú er ég gett við meðutum að vera bara svona óverðt í lagi eða skilja þó þetta sé bara öxlin, þú veist. En maður gerir þetta mjög ósálrátt fyrir mér, sko. Það er alveg einn sem ég vinn með og ég er alltaf bara hún er svo mikið, svona, mér þykir svo vænt mann langar alltaf að kreista hana og ég ger þetta við, þú veist, fólk sem ég þekki vel eins og mömmu og svona, mamma reyndar hatar þetta en þú veist, og ég svona klíp og kreisti og fólk alveg bara svona hættu, þú veist en ég fíla það, veit ekki hvað fíla bara meiða? Nei, fíla klípa klípi. Ég held að þetta sé að því ég á Labrador og þeir eru með svo mikið húð og þú veist, já, þetta er eitthvað tengt því held ég. Hann er stór líka. Já, hann er stór og mikill, sko. Það er massi. En hvað er að frétta þér, hérna? Vigdís. Að mér? Já, er eitthvað... Sko, já. Þú ert bara busy girl. Nýta nálinni. Sko, ég er alveg bara búin að vera, sko, ok, ég er óslega að finna það, því ég er alltaf að með pókast með eitt, sem brann smá út, af því að ég var alltaf að tala um kynning óslega mikið og svona, og svo egnaðist ég kærasta svo gengur að gerist í apríl og það var óslega fyndið, ég fór að eitthvað var eitthvað tjáminu fyrir ykkur síðan og þá kom ykkur 2 stelpur sem við verðum að hlusta podcast mitt og það er bara, hvar er hann? Og ég alveg hver? Gaurinn sem er búin að eyðileggja podcastið þitt og það er bara að því ég er svo hamingjusöm þá hef ég ekkert að segja út af því þú veist, ég var alltaf að tala um datingsögur og allt þetta embarrassing en þú veist, það nennir ekki að hlusta um að tala um hvað ég er að fá aðeinslega fullnæðingar og hvað ég er að hafa þessum sambandi og hvað þetta er yndislegt það er þetta svolítið rétt content breytist juicyð er náttúrulega en það er samt, þú veist, má alveg tala um það bara
þú veist, til dæmis hann rosalega svona, þú veist, það bara besta kynlíf síðust stunda. Ok, það má segja það. Og hann alltaf eitthvað, hvernig alltaf að vera í pókas og segja hann smá fyndinn, sko, en hann þegar við kynntumst, þá hann mjög svona metnaðfullur, sko. Já. Og hann las 100% bók eitthvað, svona heftir, svona rannsóknarhefti sem var gerð á The Female Anatomy. Já, og svo hann bara búin að vera svona pussy explorer, sko. Hann setur þessi hatt og hann fyrir að kafa, Dóra, sko. Bara. Já, hann ekkert að fara fyrir að þetta búið. Þetta snillingur. Og ég hef aldrei ekki fengið það. Í alvöru? Ekki einu sinni. Það líka bara þannig fólk sem á að vera með í sambandi. Já, ég var bara svo hissa því þú veist, venjulega ég bara svona komið smá eftir 10 mínútur. Já, svona komið ná. Já, en hann bara, við höfum allan tíman í heiminum, hann segir þetta. Það kveikir í mér. Já. Það líður mér þess að ég sé ekki að drífa mig og þetta megi vera stress. Já, því þá þömmar svo mikið hausin á sér og ég fæ að relax, veist, hann lætur mig róa mig rosalega mikið fyrir fullnæðingar og það held ég það sem ég þurfti. Já. Þú veist, ég hef verið með gaurið sem horfa upp og bara, þú veist, orðið illt í kjálkanum, skilja. Hann tala líka rosalega mikið, þannig að hann í því líka æfingu. Já, í kjálkanum. Já. Good workout. Mjög gott workout. I like it. Sko, vöðvarnir virka. Love it. Find you a guy that can talk. Ok. Já, þannig sem góðan kjálkavöða. Já, bara þessi vöður Já. Þú veist, þeir fá svo illt í þetta og þegar þeir eru allir já, fólk að sleikja píkur bara. Já, þá færu þau rosalega illt í vöðvana gott að taka og nutta. En þetta ekki líka bara, fær maður ekki illt í þetta þegar maður tóttar lengi? Jú, sama. Það getur verið sama en þú veist, þeir eru oft svolítið fljótar að fá það. Já, skilur Já, þú veist, en þegar þú ert að fara niður og kannski einhver tíma, skilur því sumir þurfa meiri tíma og sumir ekki og já, hann rosalega, sko. En ég veist samt að segja að því að þú ert að tala um eitthvað samband og þú veist að basically maður verið bara svona smá boring kannski þegar maður fyrir samband og tala kannski ekki jafn mikið kynlíf og eitthvað en við tvær höfum verið hérna með podcastið báðar í sambandi ekki ég lengur reyndar bomba en við samt, þú veist í gegnum allt podcastið okkar núna þá höfum við verið í sambandi og talaðum allt og þú veist, einhvern veginn náum við samt að tala kynlífið og upplifanirnar og allt þetta og núna munum það væntanlega kannski breyta staðins núna verður juice nú kemur eitthvað juice frá mér en reyndar, ég ætla reyndar ekki að fara að deila öllu strax hérna, þú veist, ég ætla bara aðeins að en svona þegar ferður kannski aftur inn á datingmarkaðinn Já, einmitt, talað um það maður bara svona, þú veist, ok ég spurði fólk í vinnunum daginn ég spurði, þegar maður hættur í sambandi hvað eðlilegt að maður bíði lengi áður maður fyrir á Tinder og ég sagði, myndið bíði kannski svona 6 mánuði og það voru allir bara 6 mánuði? Nei, ég myndi kannski bíði mánuð, ekki fokkin 6 mánuði og ég alveg mér finnst það einhvern veginn vera 6 mánuðir það galið? Var ekki einhver regla svo lengi sem þú varst búin að vera með eitthvað, það var eitthvað svona fáránlegt eitthvað pluss þetta mínus eins og með aldur og svona með hverju máttu vera þú veist, þú varst búin að vera með einhverjum 5 ár það helmingur það eitthvað, ég mann þetta ekki sko, eftir síðan sambandslið sem mér mánuðir fyrir ekki ég grípa fram í svo mikið ADHD á það til að grípa fram fyrir ég er að segja alltaf fyrirgefðu núna við fólk að gera, ég er mjög meðvitað þetta þannig ég svona passa mig allavega það er ekki að passa þér hérna, ég var eftir síðan sambandslið þá var langaði mig ekki að fara á þessum eitt en ég er bönnuð á Tinder, ég er búin að bönnuð í Tinder í mörg ár af hverju? Að því að bara hvað var ég með í bæjó, ég var með bara eitthvað talk to me nice og peningamerki og I'm a virgin eitthvað og eitthvað Scorpio Queen og svo eitthvað ég er örugglega skemmtilegri en þú eitthvað svona, ég var bara með mjög toxic svona joke og ándjóks, þú veist, það eru bara bókstaflega ógeðslega gaurið að þinna en ég var bönnuð og svo pyrrandi, ég fekk account í láni vinkunum minni og svo var detektað andlitið mitt á myndunum, þannig að hennar account var líka dílitaður í alveg og þetta er permanently banned, þú veist, hún getur aldrei notað númerið sitt aftur, hún getur notað andlitið sitt en ekki númerið sitt Ertu ekki og bara Face ID klokkar bara andlitið á mér ef ég reyna að fara á Tinder, það er bara bæ þannig að þetta er galið ég er bara búin að sætta mig við þetta, skilja en samt galið þetta er galið, þetta er ógeðslega leiðilegt
en ég notaði smitten, ég kynntist kærasta mínu þá sko, mér fannst það einhvern veginn vera svona, ég gæti séð, hann var með ógeðslega fyndinn prófæl og hann var ekki með stafsendingavillur sem biggest ekki hjá mér það reyndar alveg svolítið ég þoli ekki stafsendingavillur, ég vil bara eitthvað sem klár, skilur og ég ekki að segja að fólk getur alveg gert stafsendingavillur út af alls konar ástæðum, en svona augljóslega var hann með eitthvað milli eyrnanna. Má ég bæta einu inn þannig, ég bara hata þegar fólk segir Úkranína en ekki Úkraína. Hver segir það? Bara ógeðslega margir. Úkranína, já. Ég gerði þetta fyrst. Þú gerðir þetta fyrst. Og ég var alveg bara embla, það ekki Úkranína, það Úkraína. Þú veist, og þegar að fólk segir þetta, þá var ég bara svona fæ ég dauðans. Já, ég skil það mjög. En ok, talum ég man ekki hvað punkturinn var, sko. Smitten. Já, en já, eftir síðasta samband, þá langaði mig ekki, þú veist, að fara í þetta og þú veist, það var svolítið erfitt samband, það var bara svona mjög toxic og ég myndi að segja við hann bara svona, hann líka ekkert rosalega vel við mig. Sem svo steikt. En maður sér svona sögur. Já, við vorum svona ógeðslega mikla andstæður og þú veist, alltaf þegar ég verið í sambandum það sem svona mikla andstæður, þá segir fólk alltaf ekki að hann er rosalega ólíkur, en ég meina yin og yang og andstæður og trætt. Opposites attract. Já, og ég bara byrja að halda að þetta sé bara það sem fólk segir, svo að fólk geti verið meðvirkt í lélum sambandum. Já, þú meinar. Af því að It's not true. Já, bara þú verður að vera með ykkur sem þú deilir áhugamálum sem við skemmtildur í kringum, þú getur spjallað við til 4 á nóttunni, hlusta á tónlist, sungið, haft gaman, þú veist, allt þetta 100%. En ekki vera bara í stöðu svona rökræðum alltaf alla aspekti í lífinu og ég ekki að segja það slemt hann, við vorum bara rosalega ólík og ég held alltaf það sem ég þyrfti alltaf eitthvað svona, þú þarft alltaf að taka niður á jörðina því þú ert svo hátt uppi þú ert að gránda þig af hverju embrace yourself frekar að fljúa en allavega, ég fór ekkert í neitt samband neitt svona Tinder-dót og því ég nefndi ekki og svo gerðist það bara allt í einu tók svona 3-4 vikur en ég held að maður þurfi bara svolítið að finna þetta ég er alveg ekki komin þangað að ég sé til ég að fara á dating appin en ég er svona smá spennt að gera það þegar kemur að því þá er ég er svona smá spennt að sjá hvernig svona hvað fólk er að segja í dag Þetta er þessi sama fólk It's been a long time fyrir 5 árum Oh my god Það var alltaf sömu gaurarnir bara endalaust maður er bara búin að mattsa við gauðra bara í gegnum ári bara aftur og aldrei hittast myndi aldrei tala við hann Nei, veitu hvað samt, ég man bara áður en ég var í sambandi og var á Tinder og eitthvað þá var ég alveg grimm að fara á date en ég var alveg komið ógeð af því að fólk væri eitthvað spjalla bara eitthvað hanga og spjalla inn á þessum fucking dating og ég var alltaf bara hittumst eða ekki, ég nenni þú veist, ég nenni ekki að hanga hérna og spjalla en þú, hvað ert að gera? Nei, bara hittumst eða finnum væpið strax Þetta getur verið mjög ólíkt að ég á vinkunum sem fíla spjallið sko, og vilja kynnast rosalega mikið á þenni hittast ég er ekki það, sko, ég er bara who got the time, ég nóg mikið í símanum nú þegar, skilur Nei, já, ég er sammála, ég meik ekki svona small talk, sko Mín versta martröð er sko að hitta ykkur og svo er hann bara dead boring ég þarf einhvern veginn að söksa aðeins átt skilur að vita allavega eitthvað Mér rámar nefnilega í þetta hjá þér Þú varst alltaf ógeðslega stressuð að fara á deytið af því að þú varst bara svona ég get ekki beila, þú veist hvað ég gera ef hann er ömulegur, ef hann er leiðilegur En ég bara föst með þér allavega 40 mínútur eða eitthvað Hún getur alltaf staðið Þess að gera á bar, þá getur alltaf verið full Já, trú þá er það bara, hey, it's a fun date skilur ég ætla bara að fokkast já, en ég sem, þú veist, hvað er gott svona fyrsta date og því að þú veist, bar er já ég segi bar, já en svo hitt ég kærast mér núna, skilur og við fórum á sko 5 date ári svo saman sem ég hef aldrei gert og hvernig date voru þetta? Hittast rúndin, spjalla Ísbíltúr ég var eins og úrlingur aftur það geggjað sko ég hef aldrei farið á ísbíltúr nei, þetta er mörg ár sko og þetta var svo krútt þetta því þú veist, við vorum bæði svona þú veist, hann var alveg að segja þú veist, hann hefur alveg hoppað og bara sofið og stelpa fyrst en þá er það líka verið svona það sem hann var að leita en hann sá bara strax bara þetta er eitthvað meira þessi stelpa er bara eitthvað ég hef aldrei hitt svona mikið speil einhvern veginn og þannig að hann var bara ég ætla bara ekki að fókusa upp og ég hef aldrei upplifað þetta sko það er geðveikt já, bara 5 sko, fyrsta deitin okkar þá fór ég heim til hans og við vorum bara ætlum að horfa mynd 10 things I hate about you sem hann stakk upp á bæði mjög mikið green flag fannst mér og hann byrjaði bara að tala og áður en ég vissi þá vorum við búin að koma með hugmynd að stofna fyrirtæki saman sem að gera svona húð og kyn miðstöð fyrir jaðarsetta hópa í samfélaginu já, geðveikt skilju, og við vorum bara því að tala þú veist, reynslunum mína að fara húð og kyn út í Berlín versus hér í Berlín er bara að spila techno í andirinu og það er bara allir
það bara gekk gaman og allt bara svona og þú veist, læknarnir eru bara bitch, þú veist, þú með klamiti í hálsunum frá tóttum ekki, það er bara ógeðslega næs, þú veist, og meðan hérna er þetta bara þurrasta fólki heima, skilur þú veist, mér finnst þetta vera svo fyndið þetta er ógeðslega gott og ekkert áfengi af því þú veist, hann drekka fór lítið og svona þannig að ég var bara, oh my god, þú veist, ég þurfti bara að vera ég bara pjúra og það er kannski svolítið erfitt ég held það sem er bara máli að vera maður sjálfur maður er svona smá stressaður og þú veist þá hjálpar ofta að fá þessu tvo já, ég meina, það er ástæða fyrir að við fáum okkur stundum í podcastinu sko, því að þá er fólk líka stundum svona frekar til í að tala sko, hluti sem maður er óvant að tala skilji Já. Af því að þú veist, ég allavega, þú veist, já, en þú veist, þegar ég færi á date í gamla daga, að þá bara var maður bara svona, ok, ég fæ mér einn áður en ég fer. Já. Af því að þá svona aðeins svona róar það kannski. Þú ert samt aldrei með vandamál að tala um þetta, sko. Þegar við vorum að vinna saman, þá stóðum við í andunum kl. 6 morgun og þú bara, já, svo bara er ég bara þú veist að segja mér eitthvað rosalega sögur ég ætla ekki að endurtaka þetta ekki nýsa að segja jú, mátt alveg þú veist það var eitthvað maður varst ykkur sumarbústaðaferði eitthvað og þú veist bara, ég bara ríða svo mikið helgina ég held þessi komið brunasár í píkuna sko. Og það er bara fjölskylda lappir bara góð daginn þú veist það er bara svona aldrei vandamál fyrir þig sko. Ég var bara að láta þess girl on the oaks já, maður hefur nú alltaf verið opinn með kynlífið sko. Að því, ég meina þetta er svo skemmtlegt pælið því, ef þú ert í vinnunni og þú bara hefur ekkert að tala um þannig það er alltaf bara eitthvað svona smóltak veðrið er ekki miklu skemmtilega að tala um hvað vílaru, hvernig tippi vílaru hvað eru þínar heitustu þrár já, og þá líka þú veist mann finnst mann alltaf að kynnast manneskunni svo miklu betur þú veist, maður verður einhvern veginn strax náinn þegar maður fer að ræða eitthvað svona dót fyrst mér það er alveg rétt við líður eins og sé samt sem búin að breyta svo mikið svona kynslóðin þú veist sem er núna þú veist early 20s þau eru ekkert það mikið að tala um kynlíf nei eða svona ég var alltaf að segja þetta að fólk var ekki lengur að ríða ég var alltaf að segja þetta þú veist fólk er hægt að ríða skilur það er samt þannig það er að minnka þú veist það er þannig ungi krakkar er ekki að ríða jafn mikið og forfeður þeirra ég er búin að hitta svo mikið fólki sem bara virgins 20 ára What? Já, og þau segja mér út af því þú veist á konfliktból sem ég var að vinna með, ég var í svona aukavinnu og ég var bara, ég heit 2 sem var að vinna með mér eitthvað sem er alltaf læg, skilju, en það var ekki út af því mér langaði ekki til þess það var bara því það bara fundu ekki að væri líka bara COVID ég held að það kom þegar þau eru svona ungu, þau koma fram á skóla þetta er akkurat tíma sem þú ert get wild og svo eru bara sagt, herri, þú mátt ekki hitta hana í 2 ár mátt ekki snerta fólk og svo er þetta vinna úr því og þetta er svona tráma svo kemur Me Too veist, það kemur ógeðslega mikil umræðum kynbundið ofbeldi og þetta er allt er bara komin líkamlegt tráma að vera bara, þetta er ekki lægi og shame kannski líka skilju, að make snertast algjörlega, ég held samt líka að, þú veist, ég er sammála öllu þessu en ég held samt líka að í dag séum við okkar kynslóð meira kannski svona að því við fengum aldrei að tala um kynlíf þegar við vorum ung og það var ekki talað um kynlíf við okkur að þá erum við smá svona við ætlum að tala um kynlíf núna núna ætlum við að gera það því við getum það og nýta það skilur að meðan unga fólki er kannski meira bara svona það er ekki að tala um það þau eru svo mikið líka, ok, ég ætla að hljóma eins og okkur amma sko boomer vibe, bara girl sko, en þú veist, það er líka það þú veist, það var eins og sagði við mig hún sagði bara, ég bara sé allt í símanum skilur og hún bara tengir ekki við fólk hún sér þetta bara sem þú veist myndir basically oh my god þú veist fólk er bara myndir fólk er bara social skilu það er ekki manneskjur það er ekki tenging það er erfitt maður ég meina þú veist bara eins og í háskólanum með mér skilu þú veist þegar ég var í háskóla Íslands það voru alltaf partí var alltaf stemming núna ekki og ég er með mikið yngra fólki í skóla skilu ekki mikið yngra ég er 30 skilu þeir eru early 20s og þú veist það er svona ekki mikið svona hei og hitta svo spjalla skilur og þetta er ekki eitthvað ég hef oft rætt þetta við fólki sem er á mínum aldrei og við erum bara hvað er að gera skilur bara svona ekki sterk svona samfélagstrá kannski það hræði mér samt smá sko en ég heyrði daginn, ég var að tala um pappa og hann bara tíminn er búin að breytast svo mikið að þú veist það droppar enginn við þú veist nobody drops by kaffi eða eitthvað svona nei, þú þarft alltaf að heyri í einhverjum áður og láta vita og plana þú droppar ekki við ég myndi að allt fyrir ekki nei, en bara, þú veist, hann var að segja þú veist, eins og amma mín þú veist, það droppar enginn við hjá henni
af því að það bara er allir að hugsa sig svo mikið. Já. Það er allir svolítið sjálfhverfir. Og líka ef maður er heima og einhver hringi bjöllinu, maður er bara, býtu, hver er þetta? Ef maður veit ekki einhver er að koma, þá finnst maður að sjúklega furðulegt, skilur. Og tímann sem fer líka líka í það að skipulegja hittast, gæti nýst í að bara action hittast, skilur. Segja bara hei og að hittast í kvöld, já. En ekki eitthvað, alltaf eins og bara með okkur að hittast í þetta podcast, það er skilur low key, þú veist. Maður þarf stundum bara, já, þetta er svo satt, sko. Þessi símar. Nei, en ég fatt með þetta þegar þú varst að tala um þessi samfélagsþrá, mér finnst þetta svolítið skerið því að þú veist, þegar við vorum í skóla þá var alltaf bara að fara og fá okkur bjór og læra og spjalla, skilur gera þetta saman og bara hverju viku, skilur og þetta var svona stærsti parturinn af held í félagslífinum hans og svona lífinum hans var að fara og hitta vini sín. Við þurfum bara að passa okkur að gleyma ekki að hafa gaman. Já. Gleym ekki að hittast. Gleym ekki að hafa gaman, gleym ekki að ríða. Gleym ekki að ríða, gleym ekki svona sjálfsfróð. En talandi um ríðingar, hafið þið ríðið svo mikið að ykkur er ríkt, eins og við ræðum hérna í bústaðnum mínum, greinlega. Nei, ég bara spá, það er alveg virkilega þegar ég fór að hitti þig og gitti niður í bæ, ég var alveg gæti ekki seti. Það var eftir gott. En byrjuðu varst að fá eitthvað í rassinn, eða? Nei. Nei, ok. Það bara var að hamrað vel, skilur. Vel hamrað. Það var maður bara svolítið svona stór. Já, maður var bara svolítið aumur, skilur. Það maður verður að passa hvernig maður settist, sko. Fílað þú svona stóra eins og ég, eða ertu í litlu eins og Embla? Meðal. Sko, ég hef átt kærasta sem er í svona eitthvað eins og þessi hérna, sko. Nei, ha? Jú. Og hann alveg, hann fílaði Anna allt mjög mikið, of course. En sko, mér er eiginlega bara, það er ekkert preferable hjá mér að vera með svona ógeðslega stór teppi, sko. Af því að þeir eru líka oft bara svona svolítið insecure about it líka. Það er ótrúlega hvað strákur insecure. Það er líka bara erfitt að halda honum upp eða sem er rosalega stóran. Já, það getur líka verið það, sko. Nei, ég meira í svona meðal. Ég er eiginlega þar, sko. En mér hefur verið illt, einu sinni var ég með svona verki hérna og ég var bara, ég er það eitthvað að mér, skilur. Ég er með svona heilsukvíða, sko. Fyrir hversugurlæknis alveg aðeins og oft, hann er bara að það er alltaf læg. Ég sé að komst inn í stróku fyrir 2 mánuðum, þarf bara að fara á 2 ára fresti eða eitthvað og ég eitthvað, ok, takk, hann neita að gera stróka. En er ég að deyja? Já, hann neita að gera stróka mér þegar það var stutt sinni kom. Þannig að ég fer og ég er eitthvað að drepast og þá var ég með marbletti eftir að vera riðið. Nei. Já. Þannig að hann bara, já, nei, það hefur eitthvað verið að ítast þannig á hratt. Hvernig var það samt? Þú veist, og hann eitthvað, þú veist, já, hérna þetta er náttúrulega bara svona hluta að vera ungur og hafa gaman og fara, hann er svo gaman kall, sko, hann alveg, já, og fara svona bara á diskóböll og hitta fólk og ég alveg. Þessi diskóböll alltaf. Já, maður er alltaf á þessi diskóböllum. En það var svona smá vandrætt, sko. Að þú veist, ég er alveg með svona rugglan heilsukveið, ég var alveg bara að fara í kynnsjúkdómstest þegar ég hef ekki eins og verið að ríða, sko. Það er eiginlega þar, sko. Vá, hvað það er steikt samt. Já. En ég veist ekki að maður geti, sko, orðið fengið marbletti. Inni? Jú, þú getur það. Sérstaklega með svona stuttan háls. Já. Skilur ég held ég senur bara með stuttan. Já, ég heyrði verið að tala um þetta, sko. Ég er með svona svolítið þröngan og stuttan háls, sko. Ég líka. Já, þannig að það er auðveldara fyrir mig að fá marbletti, skilur. Já, ég skilur. Það geggja að ríða mér, skilur, en þú veist, þetta er allt gott og blessa þarna niðri, en það er bara, þú veist, já, marblettinir, sko. God damn. En, já, hérna, ég fór daginn til kannski dómalæknis. Já. Með hana drasli upp í. Já, þegar ég setti lykkjuna. Og by the way, Embla, smá update, að því að Embla er búin að vera sko hamra á því bara, þú eittir 40 skall ekki neitt, þú þarfst að láta taka nú út aftur. Já, þú eittir 40 skall í kvalir, sko. Já. Ég hef heyrt það alveg hluti, sko. Ég hef líka heyrt þetta virki eftir eitthvað tíma á. Já, en núna er þetta að fara að virka. Ok. Núna er ég ekki að blæða eins mikið. Og þetta ekki að deyja úr sársauka. Ég er ekki með svona svaka verki, þannig að þetta er að gerast. Ég hef bara verið patient. Ég var bara blóðpeningur. Já, 40 skall fyrir þetta. Já, kostar þetta 40 skall? Já. Ég borgaði 44.000. Já, mitt. Sko ég er að nota eina góða aðferð sem er sko aldrei nota smokk. Já. Og pull out. Nei, aldrei pull out. Aldrei, sko. Ég er bara bombu sinn. Og bara fara eftir egglossi, skilur. Já, reynd. Fylgist með þessu. Já, ég fylgist, ég er búin að vera, það er bara búin að vera mjög successful, sko. Að trakka þetta, sko. Já, fólk talar alveg um það, sko. Það er mjög sniðugt, sko. Já, en þetta er smá svona, fyndið út því maður er svona, eitthvað veit maður ekki og svona eitthvað, ó nei, eigum við að riska, nei,
Eða maður verður svo graður líka á egglósi, skilur. Ég veit það. En við bara getum ekki smokk og þú veist bara, ég veit ekki hvað ég fæ sko bara, ég held sem ég ofna með eitthvað. Ég færi bara óþægindi. Já, ég fæ alltaf sveppasingu eftir náttúrulega smokk. Alltaf. Þá er svo pottið með eitthvað. Ég hef notað svo marga mismunandi smokka líka og þetta notaði smokka að vera að gera með ókunnum, skilur mig, en í sambandi, nei. En það er alveg margir með, sko, ánum fyrir svona, hvað heitir þetta? Latex. Já. Og ég er búin að reyna að nota svona latexlausa og þá er það svo þurrir að maður þotnar bara upp að þinni, sko. Og þannig að þetta er bara svona, já, og ég er ekki púlút. Ertu ekki? Púlút, það er ekki púlút. Nei, og engin hormón. Ég meik ekki hormónu, sko. Ég er off the hormone train. Herra, hún var að hætta hormóns 10 ár. Já. Á pillunni? Já. Ég fór 10, var í 8 ára á pillunni og svo fór ég á hringin. Ertu seeing life clearly now? Kannski. Kannski þessi bara máli. Nei, ég finn bara matalisti mín hefur minkað, ég er ekki að pirruð, eða þú veist, ég veit það ekki. Ég er svona meira jolly. Ég hef reyndað að teka eftir því, þú ert ekki af stutt í þræðunum. Já. Ég er jolly. Það er ándjós svo himinn og haf, sko, með skapumans. En svo tekur þetta bara örglega svona ár fyrir að verða, þú veist, ég ætti bara í sumar, eða þú veist, byrja sumars. Þannig að, þú veist, ég munur ekki finna fyrir því almennilega fyrir bara eftir ár, eða næsta sumar. Já, þetta er rosalegt, sko. Ég var ánum því að ég var yngri og ég man bara, mér langaði ekkert að ríða, var líka ekkert gröð. Nei, og það, kynlöngun líka. Já, af hverju ég hef verið að taka ykkur pillu, þú veist, til þess að hann geti fengið eða þú veist, mér finnst það líka mér finnst það líka að vera bara eitthvað rangt við það í sammála, þú veist, mér finnst ég þá bara að vera bara eitthvað tæki eða skilju, þannig ég er ekki þar, þá vil ég freka bara að segja, herri, ok, þú sem hættir að gera með ólétta og vilt ekki fylgjast með þessu vel, þá getur nota smokk. Já, það tekið getnaðvörnina sem er núna til fyrir kallmenn. Er hún komin til hingað? Sko, hún er koma hingað eftir 40 ára Ísland er ennþá bara já, þú veist, við höfum alltaf verið svona 10 ára eftir tíma, sko, það er ógeðslega fyndið. En má ég spyrja ykkur einu, að því að mér langar svolítið að... Þú verður ógeðsli. Já, sorry. Já, þú fékkst þér hana. Ég er ekki fyrir lumur, sko. En ég ætla að spyrja ykkur einu, að því að ég er svona forvitin með anal. Ok. Ég er búin að hugsa eins þetta, mér langar smá að prófa þetta svolítið. Anal? Já, bara svona, þú veist, ég er alveg búin að prófa anal. Amal? Já, amal. Hvernig var hann? Jú, ég hef alveg gert það, en mér langar að gera það almennilega. Þú veist, mér langar að... Hvað meinar þú almennilega? Mér langar smá að... Ég var að pröfa er ekki almennilega. Já, hvað varstu bara að dipa niður inn og búið? Það er eiginlega ekki hægt að gera annað en almennilega, annars er það vont. Það er vont, sko. Nei, sko, nefnilega rosalega mikið sleipefni. Já. Ok, fyrsta... Hefur ekki verið að því? Jú. Já, ok. Sleipefni getur svona þurrkað þig upp, sko. Já, ekki úr. Ég hef aldrei notað sleipefni. Í anal? Hætt. Bara náttúrulega sleipefni. Bara spýta? Nei, bara það sem er inn. Þú verður blautur, sko. Í raskatinu? Já. What? Þegar sko, ok, ég hef notað, ég er að ljúga eitthvað, sko, ég hef alveg notað sleipefni aðeins svona, en mér finnst það ekki endilega preferable, af því mér finnst þá finnst mér þetta vera meiri svona, eitthvað pressa, þú veist, ef þetta gerist eitthvað náttúrulega þegar þú ert bara eitthvað, ok, þú veist, þú finnur og verður blautur og verður gráður, skilju, þá bara fer það inn, sko, og ég er að tala um þessa stærð. Nei, hættu. Big one? Já. Sko. En þú veist, það er ekki, þú veist, þú verður að fara bara inn, þú mátt ekki vera eitthvað dútla við þetta, sko. Ok, það er kannski það sem hann hefur verið að gera vitlaust. Já, þú veist, ef þú verður að fara of hægt inn, eða fara, þú veist, og ég er ekki að tala um bara, já, maður spennist upp, og þú veist, líka bara það, þú veist, ef hann er bara eitthvað, að vera ógeðslega lengi, vera eitthvað svona inn, út, nei, inn. Og ég er ekki að gefa strákum leyfi hérna til að fara og ríða kærastun sinni í rassinn og Víti sagði það, skilju, bara gera hratt og inn, skilju, það almennilega, já, bara það almennilega, bara þrykkjónum mig, ég bara, nei, ég er ekki að gefa ykkur leyfi fyrir því sem er að hlusta, skilju, heldur að ég meina, þú veist, þetta er bara svona, þetta virkar betur fyrir mig, allavega, og ég hef alveg tekið stærri, fyrsta manneska, bara, ég hef bara aldrei heyrt þetta. Nei, það segja allir að það sé betra að gera slow and steady. Já. Það er verra. Mér verður bara, þá verður ég illt, ég spennist upp og ég bara, nei, ég geti þetta ekki. Og það þarf líka að vera með eitthvað sem er confident í þessu. Ekki gaur sem er eitthvað, já, þú veist, ég var að deyta gaur út í Berlín alveg í ár, við vorum svona fuck buddies, hann var alveg stór, sko. Yndislegur maður, skilja, dýrkan og bara æðislega skemmtilegur og allt þetta. Og við erum bara vinir í dag, þau stekkjumst og svona. En hann sem sagt sagði hérna, hann var alltaf að ríða mér þessin, sko. Ok.
Þetta er bara svo, ég er að fá flashback, war flashbacks en það var bara, við þurftum ekki til gandar að láta sleipa efni, sko. Ok. Og hann var mjög confident í þessu, sko. Já, greinlega mikið fyrir þetta. En fannst þér þetta gott? Já. Að því að sko, nú er ég að hugsa bara kúkin. Já. Að því að ég er alltaf að hugsa kúkin í þessu samhengi og ég er alveg svona frekar hrædd, mér langar ekki að kúkurum minn sjáist. Ekki borða allan daginn. Er það triksið? Hvað heldur þessu bottom séu að gera, skilur? Þeir eru ekki að borða. Já, ég veit það. Það er bara að þú mátt ekki borða, sko. En svo er líka þessi hana juice-græja sem þú... Anal juice. Já, dúsið. Sem þú skólar. Já. Er það eitthvað? Hafið þið prófað? Nei, ég hef ekki prófað. Mér langar smá að prófa það. Ég hef gert það með flösku. Þú getur bara búið til heimatilbúin dús. Já. Og bara, en það er ekki vond? Þú veist, tippið á flöskunni. Tipp. Ef þetta er vond, þá held ég að mæla ekki. Nei, þú veist, rifflunar og allt þetta. Nei, já, ég menna, þú veist, þetta er alveg smá gettó, sko, en Við fílum gettó. Þetta er alveg gert, skilu, ég menna, þú veist, bara svona, ef þú ert eitthvað óvænt að fara að gera eitthvað svona, skilu, getur bara fundið flösku, sett vatn í hana og svo bara... Hreinsa. Já. En þú veist, ég held ég hef lent í, sko, það getur komið kúkur, skilur, það hefur lent kannski einu sinni tvisvar í eitthvað, skilur, en mjög lítið. En það er ástæðan. Já, og líka, þú veist. En það er ástæðan af hverju maður er hikandi. Stressaður. Af hverju, þú veist, maður myndi kannski mögulega spennast að því maður heldur kannski að sé að koma kúkur. Já. Það er ástæðan. Það stressa mig, sko. Já, ég skil ykkur, já, borða ekki neitt. Það er bara málið. The tricks. Bara losa vel daginn fyrir og svo bara vera svöngur og svo storpur í það eftir það. Svo bara beint á Kenneth mána. Já, eitthvað. En þetta er ekki, ég er ekki búin að gera þetta mjög lengi, sko. Nei, þetta var tímabil, I went through a phase, sko. Ok. Og hérna... Ass face. Já, líka bara því með stóra rass, þannig að gauðra vildi allt. Já. Skilja. En við vorum myndið að ræða þetta eitthvað tímann með Kenzie, minni mig. Já. Að, þú veist, að því að hún er frá Bandaríkjunum. Já. Nei, það var ekki kannski, það var einhver sem var hjá okkur, ég man ekki alveg, en við vorum að ræða þetta og þú veist að í hennar landi væri það svona álitið frekar svona gay. Já, Þýskalandi. Já, Þýskalandi. Já. Væri það álitið sem svona frekar gay ef þú fílar að setja tippið þitt í rass, skilur við. En á Íslandi... Það er ekki Berlín, það er kannski svona... Nei, ekki Berlín. Ekki Berlín, en þú veist, og síðan á Íslandi væri þetta bara svona það sem allir gaurar vilja ógeðslega mikið. Kreifa bara að komast inn í rass. Sko, mér finnst það alltaf að vera smá svona, ef þú kreifar þetta svona ógeðslega mikið, let me put that in you and let's talk, skilja. Já, þú veist ekki tilbúin að pröfa. Þú veist líka bara svona, mér finnst líka svo gæði, þú veist, strákar eru að gera þetta, ég veit ekki af hverju vilja þetta svona ógeðslega mikið. Þetta er klám, eða? Þetta er bara klám, eða líka bara, þú veist, bara þú veist að gefbræður minn er inn í píkurum, gefbræður þinnur í rassinum þér. Já. Þetta meikar ekki alveg sens. Já, en þeir eru kannski hrættir við að byggja það, þannig að þeir eru eitthvað, ég ætla að gera við hana, kannski eitthvað, gerum þá við mig. En ætlaði að segja því að það er svona miklu þrengra en píkan oft. Rassinn? Já. Svo hef ég heyrt sko líka, þú veist, eins og kærstu minn fílar, þetta er ekkert eitthvað brjálæðislega, hún finnst meira næs. Bara píkan. Já, píkuna. Já. Hún finnst hitt ekkert eitthvað stóra analmálið þetta, ég held að þetta hljóti að vera í samræð bara ógeðslega mikið svona á vörum fólks í samböndum líka bara í margan tíman sko en já, ég var búin að segja að ég ætla ekki að gera þetta aftur minn nema að sé sem að gifta mig bara brúðkaupsnóttina þá kúkur út allt ekki borða neitt bara nei, sorry, bara sita bara það var ekki matur og allir alveg ekki þessi brúðkaupi býð ykkur og hef fullt að syngja hverjum tegur bara take away já en en eigum við ekki að fara bara smetla loki í þáttinn erum við, býttu hvað er að koma með mér veistu nýbærið maður já, býttu hún er 4:30 ætlar ekki að lesa eina sögu fyrir mig jú, alveg rétt, ég ætla að gera mér langar svo að heyra, mér langar svo að gera viðbrögð já hvað er aðsendsaga það? Já, við fengum nefnilega... Fengum við? Sögu? Já, byrju. Er það ekki með símaðin? Við fengum ekki beint sögu, en bara svona reynslu, eða svona upplifun. Upplifun? Ok. Er ekki allir að gefa upplifunir um jólinu? Jú. Heyrðu. Já, vinur okkar. Hæ, elsku bestu vinkonu mínar. Ég var eitthvað að googla daginn og þá datt ég inn á þráðum að fólk var að tala Siggudag og að hún ætti ekki að kenna börnum kynlíf og álíka heimsku.
Ég rúmlega 100 ára núna og ég vildi að einhver hefði sagt mér frá kynlífi og sjálfsfróun á mínum barna og úlingsárum. Já. Ég man og það sat í mig lengi þegar ég var 13 ára og fekk stampinu sem ég hefði reynd að fengja áður en ekki gert með það því ég vissi ekki okkur að það gerðist. En þannig að kviknaði eitthvað sem ég vissi ekki hvað var. Og ég fór og fikk í teipinu og það var sífellt harðara og mér fannst þetta eitthvað skrítið og spennandi. Ég hafði ekki hugmynd hvað ég var að gera en eitthvað hlýtti ég að hafa gert rétt því þannig að fékk ég mína fyrstu fullnægingu. Mikið sem ég brá því ég hélt að ég hef pissað á mig. Svo ófróður var ég og ég held að ég hafi verið fleira minni kynslóð. Daginn eftir þegar ég kom fram úr herberginu og hitti foreldra mína var ég viss að ég sæi á mér hvað hefði gerst. Svo skömmustulegu var ég. Músla. Get over it. It's been 20 years. En eftir þetta hef ég rungað mér nokkru sinnum. Blikkall. En mér langar að þakka Siggu-Dögg og fólki sem fræðir unga fólki okkar kynlíf og samskipti kynjana því ég hef gjarnan vilja verið fræddur þetta þegar ég var ungur. Nafnlein takk ef ykkur finnst þess verið að taka þetta fyrir. PS, annars man ég núna eftir frásögn sem gerðist í sjálfsfróun og ég segi ykkur seinna frá þegar ég má vera að. Love it! Hey, get ekki beð. Ég má. Já, þetta er, já. It's true. Eða þú veist, þetta er eða þú veist, þetta getur verið. Ég verður kannski að spyrja pappa bara. Hvernig hans fræðsla var óþægilegasta samtal æfi mér að myndi vera það. Eða það? Já. Að ræða eitthvað svona með pappa þér. Þú veist, kallmenn eru bara svo obsessed af sjálfsfróun teipnum sínum. Hver er? Smá, Kallmenn? Teipið? Svolítið obsessed en þú veist, geggja að fræða fólk náttúrulega og allt það skilur en mér finnst þetta smá fyndið. Þetta er svolítið fyndið. Þetta er svolítið obsessed. Hvað? Já, ég bara Líka bara Ég bara En bara gangi rúslega vel og svo get ekki beðið eftir að heyra meira Mig langar að heyra núverandi rungsögunar. Já, sem hann er að gera núna. Já. Munið þið samt þið munið alveg eftir fyrstu rungunni ykkar? Nei, ég man nefnilega ekki. Ég man eftir fyrstu fullnæðingunni. Ég man ekki eftir fyrstu fullnæðingunni. Ég var svona með sængina í klófinu. Allt innu, þú veist, þá var ég ekki með putta en mér fannst bara þægileg. Já. Já, ég var með bánsa. Já, einmitt. Sem ég var rosalega shamed mjög lengi. Já, manni fannst þetta bara, hvað er ég að gera? Ég er eitthvað, það er eitthvað að mér, skilju. Og svo er þetta bara ekkert, ég heyrði þetta frá svo mörgum stelpum að þetta var bara ekkert eðlilegra. Að sjálfsög, einmitt. Já, en þetta er einmitt líka málið sko með, líka bara að læra að kenna betur mörg, finnst mér. Bæði fyrir sjálfa þig og þú veist, einmitt, þetta er svo rétt sem hann var að segja hérna, vinnu okkar, að þú veist, það þarf alveg að fræða, skilju. 100%. En sko, ég man bara þegar ég var ung, þú veist, þá var ég alltaf að reiðlast á svona sófa hodnum. Sófa svona, þú veist, á hliðinni, skilur. Já, handagörnum, já. Ég var bara að reiðlast á því, að því að ég átti vinkonu sem að gera þetta og mammina kom alltaf inn og bara, við vorum báðar að reiðlast og hún bara, viljið vatna eða eitthvað og í dag hugsa ég þetta, ég bara það er ekki svolítið weird. Nei, alveg, nei. Þetta er smáið, hann líka segi ekki neitt. Mamma bara, já. En þú veist, þetta er held ég bara svo ógeðslega eðlilegt. En skrítið og eða þú veist, okkur mann finnst það, þá er þetta bara svo eðlilegt. Algjörlega maður. Sjálfsfróun er heldur góð, en hérna, hún er bara, mér finnst eitt sjálfsfróun og annað kynlíf. 100%. Og sjálfsfróunar fullnæging versus kynlífsfullnæging, það er bara tvennt ólíkt. Það er ekki hægt að segja eitt sé betra en annað. Mér finnst hitt vera smá svona, mér finnst betra að fá fullnæging með öðrum. Já, þú veist, stundu fyrst mér bara að vera bara svona, fá smá útrás, eitthvað búið. En ég fæ betur fullnægingar með kæró. Já, eða með kæró. Já. Ég fæ fyrstu ráðfullnægingarna mínar, aldrei með ráðfullnægingar. Það eru góðar. Ég held að vera bara með. Já, ég er bara smá, búin að vera mikið að pæla í svona ráðfullnægingu. Já, ég held að vera með. Nei, ég fæ fullnægingu og síðan fæ ég aðra fullnægingu. En ég fæ þar ekki fullnæging. Ég fæ fullnæging, aðeins pása, fullnæging, aðeins pása. Það þarf að vera pásin á milli. Hvað er það langa pásur? Alveg svona mínútu. Já. Mér finnst það svo skrítið. Já, það er eitthvað tenn, sko. Nei, þú veist, svo bara
leið og ég komin yfir, þú veist, einhvern veginn fær maður fullnægingu, það fer upp og svo kemst maður einhvern veginn niður aðeins aftur og þá get ég aftur farið upp og farið aftur, fyrir niður aftur, skiljiði. Ég tengi ekki við þetta. Nei, heyrðu þau kokhljóðið sem já, var það þú? Ég var bara eitthvað, wow. Nei, já, bara raffullnægingar þing, þetta ekki myth. Nei, en hvernig svo þegar þú færir raffullnægingu? Það bara fullnæging. Já. Og bara, eða þú veist, tekur það bara, eða það er svona löng, yfir langa tíma, eða þú veist. Já, nei, þú veist, ekkert yfir langa tíma, þetta ekkert lengi, kannski svona 4 mínútur, 5 mínútur, skilju. Mér finnst það samt alveg lengi, sko. Geðveikt, já, það alveg lengi, það pælir í því, sko. Kannski það styttra, en það líka þá, þú veist, ég elska blindfold. Ég mikill aðdáandi blindfold og einmitt að vera bara svona, þú veist, og líka bara með svo mikið aðdáandi að vera bara við höfum allan tíman. Þú veist, við erum ekki að drífa okkur, skilju. Sem að gera mann líka smá svona að maður er óþolinmóður, maður þarf að læra þolinmæði, skilju. Já, reyndar. Algjörlega, sko. Ég man í annars skiptið eitthvað svona sem við vorum eitthvað svo saman og hann var að fara niður mig, þá reyndi ég að feika það. Nema hann bara sá í gegnum það. Og ég hef ekki reynt það aftur síðan, sko. En ég hef náttúrulega að feika það, sko, með fólki að ég er bara svo óþolinmóð. Ég bara, hann er bara að gera hvað annað, skilja. Og en með honum þá gat ég ekki og þurfti að læra þolinmæði. Þolinmæði kynlífi ég er mjög óþolinmóð, sko. Ég líka. Já, en þetta alveg... Það vill oft bara svona, drífið af. Stundum er kvikki geggjað, en ég held að fyrir nánd næs að setja smá þolinmæði og hafa gaman að ég skilju líka. Þú veist, ekki bara eitthvað, herri, stundum ég heyrði ykkur að tala um þetta, þetta, þú veist, kvikki næs, skilju. Og það getur verið geggjað útrás. En þú veist, actually bara svona eiga 1 dag í viku eða eitthvað skilur maður er busy og svona þar sem maður getur sett sig inn í þetta og bara verið með tæki og leika sér og þú veist flippað með það já bara algjörlega skemmta sér, pröfa og spjalla líka upp í rúmi, nakin tala saman skilur já og líka bara að ríða, taka smá pási jafnvel, halda sér áfram setna þú veist, það er hot fyrst mér roleplay ertu mikið í því? Ég elska roleplay ég líka reyndar ég elska, ég vil ekki vera ég Nei. Ég vil ekki ríða mér og hvað ferður bara í algjöran karakter bara? Stundum hef ég alveg farið í algjöran karakter sko en ekkert eitthvað þú veist Ertu nokkuð Rhonda eins og Embla hver er Rhonda? Embla fór á hótel daginn og var alveg Hi, I'm Rhonda Já, sko hver er Rhonda? Hún er rauðhærð rauðum leysi sko máli þetta máli, maður fyrir að flækja hlutina sko, sérst þegar maður leikar í sig sko þú veist, við vorum ekkert máli á hótelum og Selfossi og og við vorum eitthvað svona, hann var svona a simple farm boy, skilju sem á eitthvað landarna rétt hjá og ég er eitthvað business kona að fara að koma að opna hótelkeðju og er eitthvað að fara að taka Vá, því lík baksaðan Nei, sko, baksaðan og svo þegar við erum eitthvað að dörtutólka ég elskar dörtutólk, þá segir hann svona við mig bara eitthvað já, þetta er bara faðir minn og byrjar að tala um businessin í farminum og allt í hennu vorum við bara eitthvað degi og hlátri já, að þið vorum bara komin allt og langt skilju, inn í þessa sögu fattar þau þannig að ég held að keep it simple já, skilju, don't give the character's name ekki fara í, þú veist, já, hún er rauð þannig að ég meina, hvað gerur hún, hún vinnur just be a Rhonda just be a Rhonda, it's simple sko það er simple sko, í alvöru, það er það be a Rhonda já Nei, en mitt roleplay er alveg svona frekar perralegt þú veist, ég vil vera litla stelpan og þú kemur inn og refsar mér basically það er mitt það er eitthvað deep-rooted þarna já, ég hef oft sagt það er eitthvað já ég elskar að lesa að lesa? Að ég lesa bók, ég bara að lesa bókina mína líka bara manum, ó nei, bara að lesa bókina mína skilur, ekkert enda lítið stelpa skilur, en þú veist, ég bara að lesa bókina í saklýs mínu, háskóla stelpa skilur og bara svona, ég er bara í háskóla í stúdendagörðunum eitthvað, og ég ætla bara að fara niður í þvottahús í stuttbuxum eitthvað svona og koma aftur upp eitthvað svona, þetta er svona þetta dæmi eitthvað, og ég er svo upptekinn í háskólanum þetta er eitthvað þeng hjá okkur, svona schoolgirl nema grown, skilur she's getting her masters skilur ekki, þú veist ég er meira bara svona, ég myndi mér að ég sé svona þegar ég var að byrja á stundakynlífi til dæmis það er kannski já, þú meinar, það sé kannski það já, ég er ekki lítil stelpa ég er bara svona stelpa sem að er að byrja en það getur líka verið, þú veist valdablandi til þess að take back those years af því að á þessum árum þá er oft farið mörkjum hans já, maður veit bara ekki mörkjum maður veit ekki neitt og maður er ekki að njóta þess maður er 16, 17, 18 ára skilu eitthvað en svo
breytist þetta nefnilega, þú veist, roleplayið byrjar svona og þetta er svolítið áhugavert, því að svona að taka tilbaka, eins og þú segir, að síðan breytist svolítið dæmið ef það er komið lengra og þá er ég allt í einu að stjórna, skilji. Þá er ég orðin dom í kynlífinu. Þannig að þú veist, það byrja sem svona og síðan... Þetta er nákvæmlega sem gerðist fyrir mig líka. Þú veist, nú er mín komið masterskráðu, skilju, en hún byrjaði, þú veist, þú ert búin að endur skrifa kynlífsferilinn einhvern veginn. Mér finnst það. Þetta er þannig. Maður er bara eitthvað svona, ég er að læra að njóta þess sem ég fekk ekki á þessum tíma. Og overræta hinnar. Já, ég hef aldrei pælt í þessu svona, sko. En ef maður hugsar þetta, ef maður pælir meira í hlutunum eins og þetta, þá bara svona, það make sense. Það þarf einhver kynlífsálfræðingur að koma inn og tala um það. Bara hvaðan kemur þetta? Já, bara hvaðan kemur þetta? Shit. Þetta er rosalega valdeflandi, þannig ég tengi mig mikið við þetta og bara go for it, skilur. Þú ert eftir að verða, maður byrjar að missa völdin og svo tekur maður það. Það er nefnilega málið, sko. Mér finnst það hot, sko. Það er fucking hot. Ég er ekki tilbúin að láta völdin alveg frá mér, sko. Nei. Ekki. En hvað heitir þessi stelpa? Ég hef bara aldrei gefið henni nafn. Belinda. Nei. Nöfnir alltaf eitthvað svo suður. Belinda. Nei, ég held ég gefið henni nafnið Rúna. Í. Ekki sexy. Rúna mín. Rúna ætlar að runga mér. Nei. En en mér langar að setja tappa í þáttinn og bara ég veit að það er búið ógeðslega gaman að hafa þig og tala og við getum tala endalaust en við gætum líka bara tekið hana þátt seinna. Já, klálega. Það ekki? Jú, það ekki. En tökum við kannski fyrirfram ykkur topics. Já, til dæmis. En takk fyrir að hlusta annars og þið bara follow okkur og farið á Patreon og gerist áskrifendur ef þið viljið heyra meira. Yes, sir. Takk Vigdís fyrir að koma, þú snillingur. Og munið að ekki þrýsta á fólk í anal. Nákvæmlega, mjög mikilvægt. Ciao.